Þessi sveitabær, Skorrastaður, er búinn að vera í eigu fjölskyldunar í örugglega 120 ár. Ég held sem sagt langafi er örugglega sá sem að keypti bæinn. Svo núna erum við með sem sagt hestaleigu og gistiheimili og erum með fjárbú líka, svona lítið fjárbú. Og rekum með hestaleigu og gistiheimili á sumrin og sjáum svo dýrin og rekum fjárbú á veturnar. Sko, draumurinn hjá henni er að vera á hestbaki og vinna hennar líka. Svo einhvern veginn þegar ég kom inn í þetta þá vantaði mig eitthvað að gera. Og ég ég kem að sjómannsfjölskyldu og sjórinn hefur alltaf togað í mig. Og þá var það bara spurning að finna sér eitthvað að gera sem að passar ferðaþjónustunni og búa sér til eitthvað skemmtilegt. Þannig að það var ákveðið að kaupa bát og við ætlum að sigla með túrista og vonandi veiða eitthvað. Og að vera með veiðistöng og fá fisk á, það er rosaleg upplifun fyrir marga sem hafa ekki gert það. Ég held svona til samanburðar, þú veist, mig langar þegar að fólk kemur á hestbak til mín, þá langar mig að fólk upplifi það sem að ég upplifi. Sem sagt, svona ró í kringum hesta og mér finnst þetta veitir mér svo mikla ánægju að fara á hestbak. Og ég held að sjóstangveiði fyrir Hafþór væri það sem að hann langar að annað fólk upplifi. Að fara út á sjó veitir þessa ánægju eða þessa ró, einhverju svona stillu yfir manni. Tíminn stoppar og einhvern veginn bara að lifa og njóta. Það sé einhvern veginn pælingin. Þegar maður fer út á sjó og í góðu veðri og drepur á vélinni og fer að veiða, það jafnast ekkert á við það. Hluti fjölskyldunar fer í reiðtúr og hinn hlutin fer út á sjó að veiða og svo kannski koma heim í pönnukökur og jafnvel koma heim í fisk. Nýjan fisk, Já. smursteiktan fisk. Skorrastaður er búið að vera fjölskyldufyrirtæki, bara fjölskylda í 120 ár og einhvern veginn langar okkur að halda því en víkka þess út sjóndeildarhring og bæta við þessum öðrum hluta fjölskyldunar sem að tengir í rauninni land við sjó. Það vita allir að surf and turf passar vel saman. Sveitastelpa og sjómannsstrákur.